Matthías, 28 stiga tap hér í TH11 í kvöld. Hvað er að gerast hjá þínum drengjum? Varnarleikurinn bara gjörsamlega hræðilegur. Við höfum ekkert að stoppa Mike, Julian og Erfi líka og bara margir skoraði, menna við vorum bara sigur að vera betra lið í þetta. Það er bara hann, ég ætla ekki að neina afsökunin, það er bara hann, við vorum bara miklu betra en við í þetta. Ég er búinn að vera nokkur vonbrigði eftir að hafa verið komin í 2-1 forystu í einvíginu. Já, ég bara reyningslega sagt þegar ég er bara rosalega tómur núna. Við erum til 2-1 yfir leiðin og heimavöll sem áður að vera sterkur heimavöllur og við klúruð í og það er rosalega svekktur og þetta er ekki eins og við ætlum okkur að hafa þetta. En við bara, eins og segir, við töpum á móti betra lið í dag. Hvað heldur þessi langt þú getur séð þetta tímabil sem á jákvæðan hátt? Hvað er langt okkur til? Hvað er langt okkur til? Mjög langt. Mjög langt? Já, ég veit ekki. Við sleikum sárin í einhverja viku núna og tökum kannski nokkur dag að horfa tilbaka og kíkja á leikinn aftur og sjá hvað þetta var skemmtilegur rússipanni. En ef við ætlum að taka eitthvað frá þessu þá er það tilfinningin sem er í okkur núna. Þessi tilfinning að vera sáttur en ógeðslega svekktur á sama tíma og komast langt en ekki náði. Þetta er skrítið tilfinning að ef við náum að halda í hana og keyra hana áfram í sumar og nota hana sem eitthvað motivation þá er það kannski eina sem við getum notað. Þið eru að spila úrslitaleik titilinn hérna. Þetta eru skref fram á því á hverju einasta ári hjá okkur síðust ár. Já, þetta er klárlega það. Sama skapi hvað ég er ógeðslega svekktur núna, ég er rosalega stoltur af strákunum og félaginu. Og svekkjast sem kemur kannski mest í því að það er svo mikið af fólki í kringum klúbbinn sem gera allt fyrir mann og maður getur ekki komið eitthvað tilbaka, það er bara ógeðslega svekkjandi, sérstaklega þegar maður er nálægt því. En we go again, maður getur ekki grænjað þetta, maður verður að læra þessu og finna út hvað maður getur bætt og bara koma sterkir til leiks á næsta. Bestu þakkir fyrir frábæra úrslitin. Takk fyrir.